Kristinn Freyr, af hverju ertu komin heim? Fyrst og fremst fjölskyldu ástæður. Við fjölskyldan ákveðum það að þetta væri það best í stöðunni eftir stuttan tíma úti en lærdómsríkan og skemmtilegan. En okkur fannst þetta vera rétt að skrifa að koma heim. Svona, ef þú tekur þetta ár úti, ertu ánægður með það sem þú náðir að gera? Nei, ég er ekki ánægður með það. Ég hefði viljað gera betri hluti inn á vellinum, ég skal alveg viðurkenna það. En ég spilaði helling leikjum, spilaði helling leikjum, kom inn á og byrjaði helling leikjum og þetta var bara mjög lærdómsríkt og bara allt fyrir reynslubankan hjá mér og ég held að ég komi heim sem betri leikmaður og betri leikmaður og meiri karakter. Ég læriði margt sjálfan mig á þessu ári og svona sjálfan mig og minn karakter og ég held að ég sé að koma sterkari leikmaður og persónan tilbaka. Þú varst besti leikmaðurinn í Pepsi-deildinni áður farið út. Telur þú sért að koma betri þannig að þú verður bara langbestur í næsta sumar eða eitthvað? Nei, ég er nú ekki að tala um það. Ég held að Valur, það sem við erum að stefna er að bara vera að ná titlinum aftur og ég náttúrulega hef ekki unnið Íslandsmeistaratitilinn og þannig að það er nú það sem ég stefnað. Þannig að ef ég segja alveg svo þá er ég ekkert að pæla í því sko. Ekkert að pæla í því. Þegar vitað var að þú var að koma heim þá kannski byggust allir við að þú var að koma í Val en þetta var kannski aðeins flóknara það eða eitthvað? Það var áhuga á mér frá öðrum liðum sem að ég skoðaði en í enda þá var þetta alltaf bara svona tilfinning mín á að koma hingað að það væri rétt fyrir mig. Það er ekkert leyndarmál, það náttúrulega var FH sem hafði áhuga á þér. Stuðningsmenn FH vilja líklega fá svör, af hverju valdir ekki FH? Eins og ég var eiginlega að svara þessa spurningu að tilfinningi mín sagði mér það að ég ætti að koma hingað og ég er mjög sáttur við það ákvörðun og ég hlakka mikið til að klæðast valstöðun aftur og fara að spila með strákunum og hlakka til að láta Óla stjórnast í mér og láta maður herra það og ég get ekki beðið eftir því. Þú ert alltaf búinn að æfa með valsliðinu eitthvað undanfarna daga og vikur, finnur ekki strax en það eru töluvert gæði í þessu liðum og kannski komni lengra áleiðis en þegar þú varst hérna síðast. Já, ég meina, ég fór eftir tímabil 2016 og tímabil eftir það að vinna Íslandsmeistaratitilinn, þannig að það segir sig allt að það var bæting hjá liðinu og Óli og Bjössi og fólki í klúbbnum og í kringum klúbbi, það er verið að vinna frábært starf, augljóslega. Þannig að mér fannst bara mjög heillandi að koma heim og koma í Val og að því að ég fann það þegar maður var svona að tala við fólkið í klúbbnum að það var ennþá mikill metnaður fyrir því að gera enn betur og það heillaði mig mjög mikið. Takk fyrir.